ekki í raun og veru að sjá mynd af mynd Þannig að við erum komið til að sveitarfélaginu sem eru komin inn á fundin og netinn þannig að ég hugsa sko þau sem ekki að mæta ekki þeir munum hlusta á eftir þá held ég við sem bara góð. Það held ég við sem bara góð. Það er bara hljóðið búin á, það gefur mér bara Ég þarf að fara á fullscreen hérna í þetta hérna. Þú sér núna inn á streyminu hvað myndir í gangi. Þetta verður náttúrulega aldrei fullkomið og það við erum bara að sleppa okkur hérna. Það verður fullscreen hérna á streyminu. í Teams. Veistu hvort það getur farið fullscreen? Fá þau núna raun að vera bara glósuna mínar og þá sína á þetta. Ég prófa. Ekki á mér, ég fæ ekkert að mennsku. Það að koma eftir held ég. Svona, nei, hann að fara þetta. Svona, nei. Nú komið eitthvað spjall. Svona. Á Veðurstofunni hann að það. Eina það, ég veit ekki hvernig ég stækka þetta, menn fá að sjá svo mikið á þetta að ég bara með þetta inn í vatni. Nei, hverfur þetta alltaf? Nú þetta rétt. Ok, þá bara Flottur, ég bara að prófa með þetta svona. Bara kynni ég þetta lengs. Þetta náttúrulega ekki fullscreen, sjá hluta myndinu. Það verður bara að vera það svona. Það er að brunna tíma. En segð þú útsendinguna inn á YouTube, er hann ekki mín? Já, ég veit það. Nei, ég gerir það. Ég stjórna. Ég er bara með gerði núna og tónur að fara að tala. Við erum bara að spila þetta svona. Kannski best afsökunar á því að það kemur ekki til með glærun og koma ekki til með sjást í fullri skjálfstæði í útsendingunni. Það er verið að tækja mörguleikum með okkur. Best afsökunar líka því að við erum svona sen. En nú erum við að byrja þessu. Ok, komum hljóð. Komið sæl öll sömum. Býð ykkur hjartalega velkomin á þennan íbúafund sem að Þingeyjarsveit stendur fyrir í samstarfi við lögreglustjórann á Akureyri og Veðurstofu Íslands til þess að fara yfir mögulegar sviðsmyndir ef til kæmi eldgos í Bárðarbungu eða á því svæði. Ég vil líka þakka lögreglustjóra embættinu á Akureyri meðal Norðurlandi eystra og Borgareyju og hennar fólki sérstaklega fyrir að koma og eins Bergi Einarsinni frá Veðurstofunni sem ætlar að ríða á vaðið og fara yfir hættumat og nýjustu flóðamælingar ef til kæmi flóð í Skjálfandafljóti af völdum eldgos. Við ætlum að bjóða upp á spurningar eftir að Bergur hefur lokið sinni tölu og síðan ætlar að Hreiðar Hreiðarsson hjá lögreglunni á Húsavík að
tala við okkur og við gefum einnig orðið laust fyrir spurningar þegar hann hefur lokið sínu máli. Fyrir þá sem eru mögulega að fylgjast með okkur á netinu, að þá biðjumst við afsökunar á því að vegna tæknilegra örðugleika að þá getum við ekki birt glærurnar nema bara eins og þið sjáu það núna og eins biðjumst við afsökunar á því að vera nokkrum mínútum að sein. En ég ætla að bjóða Berg frá Veðurstofunni velkominn og gjörðu svo vel. Takk fyrir, góðan dag allt saman. Já, ég svona jökulhlaupa sérfræðingur á Veðurstofunni, þannig að svona reikningar á jökulhlaupum og hættumat, svona það sem að svona ég vinn við flesta daga. Núna er það Bárðarbunga, það gerist ekki neitt, jú, þarna, sem að svona kannski er til umræðu og orginallinn að þessu öllu hjá okkur. Hún er mikilvirkt eldfjall. Hér og hér, já, nú kem ég gerum þetta svona, að já, stærðarinnar eldfjall beint yfir Möllustróknum á Flekaskilunum og Hulin-jökli sem að skapar talsverð vandamál. Því að eldgos undir jökli eru yfirleitt svona meira og verri heldur en eldgos utan jökuls. Fáum þá bæði jökulhlaupahættuna og sprengigosavirknina. Og Bárðarbunga er þarna staðsett nærri miðju landsins, þannig að það hallar af bæði til norðurs og suðurs frá henni. Þannig að við getum verið að horfa á raun og veru bæði hraungos frá henni með þá hraunum, við þekkjum eins og Þjórsárhraunið sem er upprunnið í Bárðarbungu, nær niður á sjó á Suðurlandi. Svo erum við með þessi jökulhlaup sem geta farið þá niður, þá Skjálfandafljótið hérna hjá ykkur, eða Jökulsárfjöllum, eða þá til suðurs og vesturs og niður fara við Köldukvíslar og Þjórsár. Og svo náttúrulega bara kannski eins og eldgosum almennt getur fylgt þessu bæði gas og gosmóða og allt sem þessu fylgir. Þeir sem hafa svona meiri áhuga á bara eldfjallinu Bárðarbungu sem slíku geta farið inn á þessa heimasíðu íslenskeldfjall.is og þar eru upplýsingar allar okkar megineldstöðar, gossöguna og helstu hættur sem fylgja hverju eldfjalli. Virknin í Bárðarbungu síðan í Holuhrauni. Nú var talsverð hrina 14. janúar sem er hluti af miklu stærri sögu. Við þekkjum öll Holuhraunsgosið 2014 til 2015 og þá féll öskjubotninn þarna undir jöklinum hátt í 65 metra. Þannig að þetta er alveg gríðarlegar landbreytingar sem eru að eiga sér stað þarna undir jöklinum. Þannig að öll kvikan sem kom upp í Holuhrauninu, hún kemur þarna út undan öskjunni og þá bara lækkar askjan sjálf eins og stimpill. Það sem er að gerast núna er að öskjubotninn er að lyftast aftur. Þannig að þessi stimpill sem að seig niður í Holuhraunsgosinu, hann er að hækka. Og samkvæmt í nýlegum ísarmælingum frá 2024 þá er hann búinn að hækka svona 10 til 20 metra af þessum 65 metrum sem hann féll. Og jarðskjálftavirknin sem við erum að sjá er þá bara þegar þessi stimpill er að ganga þarna upp undir öskjunni og þá er heilmikil hreyfing á jöðrum hans. Og þessi skjálftavirkni er ennþá í gangi. Við erum að sjá stóra skjálfta eins og þarna 22. febrúar og 19. mars. En þó að þessi skjálftavirkni sé í gangi núna þá eru ennþá mögulega margir áratugir í næsta gos og erfitt að segja til hvar það verður nákvæmlega undir eldstöðinni. Og það sem að flækir þetta ennþá meira, það er þetta að þó að þessi skjálftavirkni hafi verið þarna sem sagt núna í janúar, að þá er alls ekkert víst að það sé raun og veru það sem gosið kemur upp. 2014 erum við að horfa á skjálftavirkni sem að byrjar þarna upp í öskju, svo verður þessi kvikugangur sem að gengur þarna heillangt undir jöklinum og endar svo í Holuhrauninu utan jökuls. Þannig að þetta er svipaður að sjást í Gjálpargosinu sem er líka upprunnið úr Bárðarbungu þó það sé heillangt frá og sama með Veiðivatnagosið sem er líka upprunnið úr Bárðarbungu en langt utan jökuls og talsvert langt frá megineldstöðinni. Þetta þýðir að það getur verið dálítið erfitt í svona upphafsfösum að segja til hvort við fáum eldgos undir jökli eða utan jökuls
og svo sjáum við, hérna ég fer eina mynd tilbaka, þá sjáum við vatnasviðin, sem sagt hvaða hlutir skila hlaupum til Skjálfandafljóts, hvað skila til Kötlukvíslar og hvað skila til Jökulsárfjöllum. Þannig að þó við séum með skjálftavirkni á einum stað, þá alls ekki víst að það komi upp á því vatnasviði og það getur því verið mjög erfitt í upphafsfjöllunum að segja til hvert jökulhlaup geti gengið. En það sem við erum þá að horfa á það sem gerðist í Holuhrauninu, stimpillinn sígur, gangurinn gengur hérna, við fáum hraunkos utan jökuls eins og Holuhraunið, en við gætum fengið kviku upp undir jöklunum einhvers staðar á leiðinni, einhvers staðar upp undir Dyngjujökli til dæmis og fengið þá niður Jökulsárfjöllum og stórt öskugos samfylgjandi. Við gætum líka fengið þetta upp nærri öskjunni sjálfri og þá gætum við verið að horfa, sem sagt ef við fáum þetta í norðvestanverðum öskjuhlíðunum á Bárðarbungu, þá hættan að fá hlaup hérna niður til Skjálfandafljóts. Við þekkjum fjölmörg dæmi þessi eldgos undir jökli, ísbráðnunina og jökulhlaupin sem fylgja því. Nýjasta dæmið bara jökulhlaupið í Leirá og Skálm í sumar sem að tók Þjóðveg 1 á Suðurlandi, en svo bara erum við með Grímsvötnin, Gjálpina, Eyjafjallajökul og svo þessi hamfaragos eins og Kötlu 1918 sem eru svona þessi allra stærstu. En Bárðarbunga sem sagt getur skilað þessum gríðarstóru jökulhlaupum til þessara 3 meginátta og með þá frekar skömmum fyrirvara. Það svona þekkt úr Kötlugosunum að kannski frá því að gos hefst þangað til að jökulhlaup leggur á stað við jökuljaðar ekki nema kannski 4 klukkutímar í allra stystu tilvikum. Þetta getur verið miklu lengri aðdragandi, getur verið margir dagar, en það svona verstu sviðsmyndirnar sem við erum svona aðeins að horfa til. Miklir innviðir undir, ef við fáum þetta til suðurs og vestur, þá það virkjunarsvæðin á Þjórsá og þar. Ef við fáum þetta hingað niður eftir, þá þetta samgöngukerfin, fjarskipti, raforkuflutningar og svo sem sagt landbúnaðarland og í verstu tilfellum þá eru bæir og byggð sem geta verið í hættu af hlaupunum. Það eru þekkt hlaup hingað norður eftir, sem sagt í Jökulsárfjöllum og Þjórsá á 18. öld, 4 hlaup í Jökulsárfjöllum, þar sem hámarksrennsli stærstu hlaupan 7500 rúmmetrar og ef við setjum það í svona eitthvað samhengi að þá 2011 hlaupið í Múlakvísl sem að tók brúnna þar 3000 rúmmetrar. Jökulhlaupið í Skálum í sumar kannski 2000. Þannig að þessi hlaup sem eru þekkt hérna eru umtalsverðir atburðir. Og svo þetta gosvirkni kringum 1902 og 1903 þar sem að kemur líka hlaup sem sagt niður Skjálfandafljót og svo í þessum eldri allmiklum hlaupum sem talað í annálum á 17. og 15. öld að þá meðal annars ferst maður niður í Keldukverfi og svo díteilur mjög nákvæmlega töpuðu 4 bátum, 200 kindum og svona því sem tapaðist í því. Og svo í Jökulsárfjöllum þessi hætta að það ekki hætta að fá þessi gríðarlegu hamfarahlaup niður Skjálfandafljótið en það hætta að fá þau niður Jökulsárfjöllum og við erum að tala forsögulegt og þetta kannski fyrir 2500 árum og hérna erum við farin að horfa á eitthvað svona með svipað eins og Gjálpargosið en bara til að setja það líka í samhengi að fyrir 2500 árum þó þessi forsögulegt á Íslandi þá Grikkjarnir bara að byggja hofinn á Akrapolis og þar þannig að þetta alveg á svona mannlegum tíma, ef maður getur sagt sem svo. Og þá erum við að horfa á þessi hamfarahlaup, Gjálpargosið, stærri Kötlugosið. Við erum með mennina til skala og sagt að annar þeirra hafi verið með stærri mönnum. Þannig að þetta eru gríðarlegar hamfarir. Svo erum við með ýmsar aðrar flækjur og óvissu í þessu. Við erum með hlaup í ánni Sveðju sem að kemur til vesturs frá Vatnajökli 2011 nærri Hamrinum, hámarksrennsli á 2000 rúmmetra og bara það sem athyglisvert við það hlaupa það sem sagt Hágöngulón sem efsta virkjunarlónið hjá Landsvirkjun þarna megin grípur allt hlaupið og þetta flækir svolítið myndina þegar við erum að skoða þessi hlaup sem ganga til vesturs því að samspilið við virkjunarmannvirkjum getur verið svo flókið. Þau geta bæði magnað og eins og þarna dregið úr hlaupunum. En það sem við erum þá að horfa á eldgos undir jökli
og út frá þessum svona þekktu sögum fyrri gos og þau hlaup sem þar hafa verið sem sagt skoðuð, að þá hægt að svona gefa sér einhverja forsendur hvers konar hlaupum við getum búist við hérna. Og þetta fer eftir því hvers konar gosvirkni í gangi, hversu stórt gosið, hvernig gosið að koma upp og hversu þykkur jökullinn. Hérna á norðvestanverðri Bárðarbungunni, jökullinn frekar þunnur, þannig að gosið frekar fljótt að bræða sig upp úr jöklinum og leið og búið að því þá mestöll orkan farin að streyma upp til andrúmslofts og þá minnkar svo þessi ísbráðnun og framleiðsla á þessu vatni sem að búa til jökulhlaupin. En þetta eru samt talsvert stór hlaup sem hægt að fá niður hérna megin. Höfum þessi einföldu líkön af þessari reynslu og yfirleitt sko mjög mikil og hröð bráðnun í upphafi sem breytir sem þetta yfir sprengigos þegar við komum upp úr jöklinum, en þá getum við verið að horfa á gjóskufall og eldingar og allt sem því fylgir, en þá svona megin jökulhlaupahættan búin þó að það getur komið smá hlaup allan tíma meðan gos í gangi. En frá þessu þá getum við skoðað þetta, fundið þetta hámarksreynslu jökulhlaupanna og hversu lengi við búumst við þau gætu varað og hversu hratt þau að rísa og annað slíkt. Aðeins hvernig við myndum vita að hlaup væri yfirvofandi og við fáum þessi stóru hlaup ekki nema með eldvirkni og eldvirknin hefur forboða. Bara eins og við höfum verið að sjá í Grindavík undanfarið, við erum að sjá þessa aflögun, við erum að sjá þessa þenslu, við erum að sjá þessa skjálftavirkni, alla þessa þætti og það fylgst með Bárðarbungu með þessu, bæði aflögunarmælingar á vestanverðri Bárðarbungu, það verið að fylgjast með hvernig öskjubotninn rís, annað slíkt og talsvert net af skjálftamælum sem við sýnum inn í kring. Svo ef við erum komin með eldgos undir jökli, þá fylgir því mikill gosórói. Og það eitthvað sem að sólarhringsvaktin á Veðurstofunni sér og þá strax hægt að fara að huga að því að vara við og annað slíkt. Og svo þegar þessi stærðarhlaup að brjóta sér leið fram undir jöklinum, að þá sjáum við líka svona titring og víbring frá þeim og það þessi hlaupórói sem aðeins öðruvísi en gosóróin. Þannig að það ef allt gengur vel, hægt að sjá bæði þegar gos hefst og þegar hlaup hefst. Við erum með vatnsæðamæla í Skjálfandafljótinu en efsti mælirinn þar hérna upp fyrir Aldeyjarfoss, þannig að hann raun og veru kominn sko niður í dalinn og kominn talsvert langt frá upptökum jökulhlaupanna, þannig að það myndi ekki segja okkur mikið til sem svona viðvörunargildi, þannig að viðvörun kæmi frá þessum óróamælingum með jarðskjálftamælingunum. Svo erum við með fjarkönnun, við erum með gervitunglin og svo þegar sifin á landinu þá heilmikill styrkur í því að hafa hana fljúandi í loftinu yfir eða þá þyrlurnar og þá hægt að fylgjast með og horfa og segja til berja rauntíma hvað að gerast. En það sem sagt við höfum verið að gera á Veðurstofunni sem vinna sem búin að vera í gangi sem sagt talsvert lengi, þetta hófst ekki bara núna í framhaldi af atburðunum núna í janúar, þetta búið að vera margra ára vinna, búið að vera á fjárhagsáætlun hjá ofanflóðasjóði nokkur ár og þetta stóð alltaf til að taka það sem unnið var 2014 í talsverðum flýti og bara svona uppfæra þá vinnu og vinna hana nákvæmar og betur aftur. Og hálfgerð tilviljun að það bara hitti þannig á að það sé verið að ljúka þessu þegar að Bárðarbunga fer að raskja sig aðeins aftur. En við erum komin þá með þessar jökulhlaupareikninga í niður Jökulsárfjöllum, niður Skjálfandafljótið og niður Köldukvísl. Við ímyndum okkur eldgos eins og við sjáum hérna einhverja svona líklegar gossprungur, teiknum þær inn undir jökulinn, höfum íslyktarkort af jöklinum og getum þá búið okkur til einhvers konar sviðsmynd af því hlaupi sem við eigum vona og geti mögulega gerst. Það náttúrulega gríðarleg óvissa á því hvað muni raun og veru gerast. Þannig að við teiknum upp alls konar sviðsmyndir og erum ofta að draga upp verstu sviðsmyndirnar því að það nýtast í rýmingaráætlanir og annað slíkt þó að það sé alls ekki það líklegustu. Þetta eru krefjandi reikningar, þetta unnið á ofurtölum háskólans, gagnamagni tali í terabætum og við vinnum þetta talsvert í samvinnu við háskólan og aðra hagaðila að þessu. Við setjum þessa reikninga í gang, fáum þá eitthvað hérna eins og við sjáum til vesturs frá
Bárðarbungu þar sem við sjáum þessi hlaup brjótast fram, getum fylgst með þeim ganga niður, sjáum hvernig þau þróast yfir nokkra daga og annað slíkt og þetta það bara reikningar á einhverju sem gæti mögulega gerst, einhverju svona ímyndaðri en samt svona uppsettri sviðsmynd. Og við setjum þetta fram á þessum hættumatskortum sem að sýna svona tjónmætti hlaupana. Það hvort að komi vatn hjá manni eitt, það hvort að það sé straumþungt með braki og öðru slíku, það kannski svona aðeins annað. Þannig að þetta svona segir til hvers að hættu fólki stafar af flóðinu. Erum með þennan skala hérna hægra megin, þar sem að einhver svæði eru með mjög lítilla hættu, svo eru við kannski komið með aldrað og börn og aðra sem erfitt að hreyfa sig í straumvatni, svo fara svona hætta fyrir allan almenning og svo jafnvel með sérútbúnaði viðbragðsaðilar þar sem þú farin að vera í vandræðum og stórum jeppum og jafnvel þó sért í þurrgöllum og vestum og annað slíkt. Svo erum við bara með útbreiðslukort, sýnum það útbreiðslu á þessum mismunandi sviðsmyndum og svo erum við með mat á framrásartímanum. Sem sagt, hversu langan tíma höfum við frá því að hlaupið að byrja við jökuljaðar þangað til við getum búist við því að það sé komið einhver niður eftir. Og svo það vert að hafa í huga að við getum bætt við að öllum getum að minnstakosti þessum 4 tímum eða jafnvel 2 dögum framan við þessa framrásartíma sem væri þá aðdragandinn að gosvirkninni og áður en að gosið hefst undir jökli. Svo dreifum við þessum gögnum, höfum dreift þessu til sveitarfélagana og annarra hagaðila sem fá þetta sem það bara svona landupplýsingakerfistekjur og þá hægt að fara að skoða þetta saman við skipulag og annað slíkt, saman við einhverja vegir liggja og eitthvað annað. Og getum þá skoðað ástreymisþrýsting á byggingar, segir eitthvað til það hvort að brýr muni mögulega að fara og annað slíkt. Það náttúrulega alls konar nálganir og óvissa í þessu. Ein af þessum nálgunum að við þurfum að vera með einhvers konar mynd af landinu undir sem við látum jökulhlaupi flæða og það þessi landhæðalíkön sem við erum með. Erum hérna í austanverðum Öxarfirðinum og það aðeins óvissa í þessu og svo erum við að skoða raun og veru yfirborðskort, þannig að við erum að skoða þakið á húsunum. Þannig að þó að þetta standi upp úr þarna eins og eyja, þá þýðir það kannski ekki endilega að það sé öruggt að vera þarna, heldur bara að hlaupið grynnra heldur en þakið á húsunum af því að þakið kemur inn, húsið sjálft kemur sem hóll inn í landhæðalíkönið okkar. Og þá það Skjálfandafljótið, það sem þá hættan hér, að það að fá eldgos, sem sagt stærstu gosin ef við fáum þetta alveg austast á vatnasviði Skjálfandafljóts, þarna í norður hlíðum Bárðarbungunnar. Teiknum upp þessar sviðsmyndir okkar sem eru mjög ólíklegar. Það líka sem sagt náttúrulega mesta líkur að fá lítið jökulhlaup eða kemur eitthvað yfir höfuð. Við eigum reikninga á bara svona almennum úrkoma leysingaflóðum, bara svona flóðahættumat, ekki jökulhlaupahættumat. Og stærstu flóðin þar eru á við minnstu jökulhlaupin. Þannig að við setjum þær niðurstöður líka fram hérna. Og sjáum að það 10 sinnum minna heldur en þessar vestu jökulhlaupasviðsmyndir sem við teiknum. Þannig að fyrir dæmigerð sprungugos sem búist við talsvert minni hlaupum sem þá eins og þessi leysingaflóð með 1000 endurkomutíma. Við höfum ekki mat á framrásartímum en búast með að þeir eru alltaf lengri heldur en fyrir stóru hlaupsviðsmyndirnar. Og setjum, þetta þá svona eins og við setjum þessa reikninga fram á þessum útbreiðslukortum. Við erum hérna upp á hálendinu, kemur hans mismunandi leið, safnast saman niður í Bárðardalinn, sýnum hérna útbreiðslu mismunandi sviðsmynda, göngum hérna framdalinn, norðurdalinn, mismunandi hvað fram og inn hérna og erum þá með þessi hættumatskort líka ásamt þessum útbreiðslukortum. Við sýnum þau kannski aðeins betur hérna á eftir. Hérna eru þessi reikningar á þessu 1000 ára leysingaflóði sem gætu verið á við
lítil jökulhlaup, við byrjum þá reikninga bara niður við Aldeyjarfoss, enda svo sem lítil byggð þar fyrir ofan og eigum þá hérna líka niður eftir. Við erum búin að vinna svipaða vinnu fyrir Jökulsárfjöllum. Ég ætla nú bara að setja það upp hérna líka, þó að kannski Skjálfandafljót sem megin viðfangsefni hér. Við erum þá með þessi líklegu upptakasvæði. Þar getum við að horfa á þessi gríðarstóra hamfarahlaup sem eru miklu meiri heldur en við fáum niður Skjálfandafljótið. Og já, mjög rúmmálsmiklar og stórar sviðsmyndir. Þar erum við aðeins í vandræði með matið á framrásatímanum að þetta var hugsað fyrir vegagerðan upphaflega sem vildi frekar horfa til mestu útbreiðslu heldur en hröðustu framrásar og bara sýnir aðeins kannski hversu margþætt óvissa er á öllum þessum niðurstöðum en það er samt gagnlegt að draga fram hvað geti mögulega gerst. Og þá erum við að fá þetta hérna fram undan Dyngjujöklinum, flæmist hérna hálendið, gengur niður að Grímsstöðum, niður í Jökulsárgljúfurinn og svo út í Keldahverfið. Og þetta er langversta sviðsmyndin sem er að sýna hér, sem er mjög ólíkleg. Þannig að hérna, með gríðarmiklu tjónmætti. Þannig að svona, ef við tökum aðeins saman það sem komið sko þetta eru mjög ólíklegir atburðir og mikið tjónmætti og getur skapað mikla hættu, þannig að það er full ástæða til að þekkja og vita hvað þetta er. En svona varðandi það hvað áhrif þetta á að hafa lífið hjá manni, þá er miklu meira hætta bara á almennri umferð. Það er miklu líklegra að lenda í vandræðum í umferðarslysi heldur en að lenda í vandræðum út af þessu. Bara svona til að setja þetta í samhengi. Byggð getur verið hættu í verstu sviðsmyndum, þannig að það þarf að hafa einhverja tiltaka rýmingaráætlanir og annað slíkt sem þetta er þá undirstaðan undir uppfærslu á þeim. Geta verið miklir innviðir í hættu, hérna bara við getum búist við að missa allar brýr á Skjálfandafljótinu ef við fáum hlaup, öllum líkindum, jafnvel þó það sé bara lítið hlaup. Þannig að þetta er þá undirstaðan undir þessar viðbragðsáætlanir og grunnur fyrir skipulagsákvarðanir. Það er alveg ástæða til svona að hugsa aðeins hvar maður ætlar að byggja hótel og annað slíkt svona með þetta til viðmiðunar. Ýmsar takmarkanir sem fylgja aðferðum og nálgunum sem nýttar eru í þessu verkefni. Bara mat á stærð sviðsmynduna, hvað mun raun og veru gerast, hvernig mun það vera, hvert er hrífið í þessu, er mikið af jökum í þessu og annað slíkt. Og svo hversu mikið gleypar raunin í sig. Við þekkjum þetta eins og flæðunum og að skella einhverju yfir hluta ódáðarhrauninu. Við gætum búist við því ef við fáum þetta miður sumri að stór hluti vatnsins einfaldlega hverfi þarna ofan í, fáum miklu minna hingað niður eftir, fáum bara aðeins aukið grunnrennsli upp í suður á botnum sem hefur lítil áhrif. En ef við fáum þetta miðjum vetri, allt er hulið hjarni, fáum eiginlega ekkert ofan í jörðina, þá getum við að fá þessar verstu sviðsmyndir. Og svo bara þekkjum við eins og Jökulsárgljúfurinn og Ásbyrgi eru rofin í svona gríðarstórum jökulhlaupum, þannig að það setur aðeins í samhengi landslagsbreytingarnar sem geta verið að eiga sér stað í þessu. Þannig að hvert er svona virði verstu sviðsmynda, þetta er mjög ólíklegt en það þarf að huga þessu upp á rýmingar og annað og ef við miðum rýmingarnar við þetta þá erum við klárir í allar aðrar minni sviðsmyndir sem getur mögulega gerst. Þannig að við erum að draga upp verstu sviðsmynd, sýna ykkur hana. Raunveruleikinn er kannski miklu minni og svo höfum við náttúrulega bara dæmi eins og bara frá 2014 þar sem við erum með stærðar eldgos í Bárðarbungu, kemur allt upp utan jökuls og eina vandamálið er aðeins gasmengun frá því. Þannig að þetta er svona fyrirlesturinn sem ég ætlaði að sýna en mér langaði líka að sýna ykkur að inn á vefsíðu Veðurstofunnar þá er hægt að fara Veðurstofuna, fara í útgáfu, fara í 2014 og þar er komið Hermun Jökulhlaupa Skjálfandafljót sem er þá skýrsla með frekari upplýsingum þetta allt saman. 2024. Sko, 2024. Farin á 2024. Já, ég sagði 14. Já, nei, 2024. Sem sýnir líka að þessi vinna er miklu eldri heldur en þessi órói og ég ætlaði líka að vera með
skjánum. Mér langar bara að sýna ykkur gögnin sem að þá sveitarfélagið og aðrir hafa aðgang að, sem eru þá svona beinar loka niðurstöðurnar úr þessu öllu saman. Þetta tekur náttúrulega tíma þegar maður bíður eftir því. Nota tímann það aðeins með, við erum að bíða. Þú ætlar að taka spurningar eftir eða ekki? Jú, ég get tekið þær bara. Já, sem sagt, þegar þú tekur spurningarnar, sem sagt, fyrir þá sem eru að horfa á útsendinguna, að þá er mækinn hérna, þannig ég ætla að biðja þig að endurtaka spurninguna áður þú svarar henni, bara þannig að þeir heyri sem eru að horfa á útsendingu. Kannski ef við bara grípa tímann, það hvort það séu þá einhverjar spurningar þetta allt saman. Það hérna. Já, hann er að spyrja í sambandi við öskju, nú ykkur órói þar, hvað segir þú frá því og hvað svo staðan? Það hefur verið landris í öskju. Sem er að muna að endurtaka spurninguna. Það var heyrist alveg hérna. Spurt öskju og óróin sem hefur verið þar undanfarið. Sem sagt, aðeins utan við mitt sérsvið. En hef þó verið þarna með í mæliferðum að setja upp þessi GPS-tæki sem að mæla þetta landris sem hefur verið í öskju. Þannig að Askja er virk eldstöð, landrisið öllu líkindum vegna kvikusöfnunar undir eldstöðinni. En hvað það þýðir ég kannski á engin góð svör með það, nema bara mikil virk eldstöð Askja líkt og Bárðarbunga. Já, en það sem við höfum þá hérna eru þessar niðurstöður sem hægt er að setja fram í þessum landupplýsingakerfum, hægt að sjá þar bæði framrásartímana, hversu langan tíma þetta tekur að koma hérna niður eftir og þetta eru, 10 klukkutímar pluss, bætum við 4 klukkutímum við það, bætum vonandi 2 dögum við það, upp á fyrirvara og annað með rýmingar. En við erum alltaf að sýna aftur hérna vestursviðsmyndina sem sagt er talsverð útbreiðsla og hefur áhrif á bæi í Bárðardalnum. Geturðu stækkað þetta aðeins þannig að við sjáum svona þetta? Já. Aðeins að fá að skjóta hérna inn í að þessar þekjur sem hann er með hérna að sína okkur, þær munu allar verða aðgengilegar á heimasíðu Þingeyjarsveitar í dag. Svo ef varðandi spurningar, endilega bara tala hátt og skýrt þannig að hann heyri vel spurningarnar sem hann geti endurtekið þær fyrir þá sem eru á netinu. Eru einhverja fyrirætlanir að bæta við vatnsmælum eins og yfir Upplabrekkukvísl eða á þessu svæði? Nei. Ekki á vatnsmælum eins og eru við uppbyggingað eða slíkt? Það var aðeins sett upp í 2014 óróanum, við Upplabrekkukvísl og þar. Þetta er mjög erfiður rekstur á veturnar, þannig að stóran hlutan ársins þá segja þeir ekki neitt. Þannig að það er miklu betra að vera með bara öflugar jarðskjálftamælingar og því kerfi er mjög vel við haldið. Eru með kistu, vestanverðu Bárðarbungunni, eru með þetta í Vonarskarði, eru með undir kistufellinu. Kista er ekki kistufelli, kista er fjalli í vestanverðu Bárðarbungu, gengur þar, horfir svona yfir Vonarskarði. Þannig að já, við leggjum áhersluna á þessar jarðskjálftamælingar og sjá óróann. Og svo er aðeins svona erfitt með að ef þú fær mjög nálægt jökli til að það grípa þetta fljótt með vatnsæðamælum og svo færðu gossprunguna aðeins austar eða vestar og jafnvel sæir ekki hlaupið koma framhjá. Þannig að skjálftamælarnir henta betur til að veiða þetta. Já, þá kannski hleypi ég bara þér af fyrir ekki.
Ekki fleiri spurningar til Bergs og þá ætlar hann Hreiðar Hreiðarsson frá lögreglunni á Húsavík að taka við. Gjörðu svo vel, Hreiðar. Getur ég sett minniskuppi tölvur hjá ykkur eða? Ég hér ef þú vilt. Getur þú rauma á mig fyrir mig? Já. Það er ekki eins og í gleraugur, sko. Ertu með glærur eða? Nei, ég er bara með eina svona, að opna henni inn á eina skruddu. Já. Ætlar að tengja fjarfundinum þá, þannig að ég get það besta. Já, ég var örugglega ennþá að deila fjarfundinum, Já, ekki? það er bara flott. Skulum við sjá. Er það ekki bara? Kemur ekki eitthvað? Sælveriði, ég heiti Hreiðar Hreiðarsson, lögreglumaður, embættið á Norðurlandi eystra og er með mína starfsstöð á Húsavík og er einn af þessum hópmönnum sem að vinna að almannavörnum á okkar svæði Norðurlandi eystra. Og ég ætlaði að sýna ykkur hérna leyfa ykkur að kíkja hérna aðeins inn í viðbragðsáætlunina. Og svo ætla ég að vera með svona 5 svona punkta sem svona heyra svona svolítið undir ykkar svæði, svona þetta áhrifasvæði Skjálfandafljóts. Og ég er með hérna bara viðbragðsáætlunina sem að ég er bara með svona mynda og ég ætla bara aðeins að skrolla mig inn á bara raunverulega rýmingarþáttinn sem að snýr að ykkur og leyfa ykkur aðeins að kíkka þar inn. En svona áður ég segi meira þá bara þakka ég ykkur fyrir mætinguna á þennan fund og hún er bara einfaldlega stórkostleg og gaman að sjá svona margt fólk sem að hefur áhuga og það sýnir okkur hver áhugi ykkar er á þessum málum. Þið látið ykkur þetta varða og við erum hér raunverulega vegna þess að við vorum búin að heyra það víða að áhuginn væri mikill að fá fræðslu og geta sagt ykkur aðeins frá svona því nýjasta sem er í gangi og það verður í þessu þróun, það verður í þessu breytingar og það er alveg ljóst sko að ykkar þátttaka og ykkar áhugi er akkurat það sem að skiptir máli og þá erum við ánægð. Þetta er það sem gefur okkur gildi að geta miðla til ykkar því sem að er svona að þróast. En ég ætla bara að fara aðeins með ykkur hérna þetta svæði sem að snýr svona að Skjálfandafljóti. Ég ætla að fara hérna inn á eina blaðsíðu. Skulum sjá. Hérna erum við austur í Kelduhverfi og Öxarfirði og við ætlum að fara aðeins lengra. Ekki svona. Hér erum við komin á kunnuglegt svæði, kunnuglega slóðir. Þetta snýr að rýmingarsvæðum í kringum Skjálfandafljót. Þetta er mynd sem var teiknuð þegar atburðir fóru af stað 2014 og þá voru raunverulega engin plön til. Menn vöknuðu fyrir vondan draum. Það var farið í það að byrja að hugsa Kelduhverfi og Öxarfjörð. Skömmu síðar kom í ljós að hættan var líka í kringum Skjálfandafljót. Þannig að almannavarnir í héraði fóru í það verkefni að kalla til sín færustu vísindamenn, heimamenn, bændur og bara hverja sem að bjuggu yfir svona góðum upplýsingum. Þetta var allt sem að soðið saman og komist að ákveðnum niðurstöðum og teiknar upp ferlar hvernig við myndum alltaf okkur að bjarga fólki því að þetta snerist einfallega við það að við ætlum ekki að missa einn einustu mannesku í hamförum á okkar svæði. Og svona var þetta einfallega að teikna upp
Rýmingarsvæðin, þau eru 10 hérna á þessu svæði og heita bara SK, því bara Skjálfandafljót, og þau eru þarna teiknuð efst að vestanverðu við fljótið, 1, 2, 3, 4 og 5 og svo 6, 7, 8, 9 og 10 norður að austan, og þetta var það sem við miðum við. Rýmingarnar voru síðan bara skipulagðar, hvernig við myndum standa að þessu, og allir fengu sitt hlutverk, björgunarsveitir, hvað þær voru staðsettar, og bæirnir voru allir sem merktir upp hvað værum að ræða, og við gátum ekki betur skilið á fólki að það var mjög, þó þetta væri náttúrulega íþyngjandi og þetta leit ekki vel út, að þá voru við menn allavega klárið í það að bregðast við því sem að verst gæti verið, þó að það fylgdi náttúrulega við sögunni að hlutirnir voru svo sem ekki líklegir samt. Þannig að þetta snýst allt um það. Þetta snýst um það að vera tilbúinn þegar og ef eitthvað hugsanlega gerist. Síðan hafa hlutirnir þróast og skulum við sjá. Og hérna það búið að kalla eftir því í dálítið langan tíma að fá það á hreint hvort að þessi gömlu rýmingarplön væru rétt, hvort þau væru ofmetin eða vanmetin og hvort það þyrfti eitthvað að breyta þeim og annað slíkt. Það gerir síðan raunverulega að þetta búið að vera í vinnslu núna í nokkur ár og 2022 förum við að fá raunverulega fyrstu upplýsingar það hvaða bæir þarf raunverulega að rýma og hvaða bæir í gömlu áætlunni væru raunverulega utan við rýmingarsvæðin. Hér erum við búnir raunverulega svolítið að uppfæra þessa hluti og við erum búin að gera raunverulega, það eru allir gömlu bæirnir í áætluninni eins og þau voru, en við erum búin raunverulega í dag að rauðmerkja það sem að ennþá stendur eftir og vísindamenn segja eftir þessu nýjustu mælingum og nýjustu mælingar segja þá raunverulega að tími flóðanna bara á pari við það sem var 2014, stærðin þeirra líka, en þegar það raunverulega að mæla hæð og útbreiðslu þeirra þá eru ákveðin svæði sem að eru utan rýmingarsvæðanna og af því að ég ætla bara aðeins að tala bara um okkar svæði hér, að þá finnst fólkinu oft bara einfaldlega gott bara að sjá bara hvar stend ég, hvar eru mín híbýli og ég ætlaði bara að byrja á því bara aðeins að rúlla í gegnum þetta og leyfa ykkur að sjá það. Ef við förum bara hérna á rýmingarsvæði númer 1 sem var þetta efsta útkynnin, þá sjáu þið bara núna, við bara förum hratt yfir þetta, það sér hver sinn hluta. Þarna allt svartmálað, svæði 3 hérna. Það eru raunverulega rauðlituðu svæðin sem að krefjast rýmingar. Miðað við þessi raunverulega ítrustu plön sem við erum að vinna eftir. Þannig að sjá allir sitt. Þannig að ég ætla nú bara að leyfa ykkur bara aðeins að kíkja á þetta. Þessi útgáfa er bara að komast á koppinn bara núna þessi misserinn og hún verður gefin út undirrituð og endanlega yfirfarin bara á næstu vikum. Þannig að pappírarnir eru klárir. Þannig að það er bara formið eftir til þess að klára þetta. Svona lítur þetta út. Þetta erum við komin hérna austan fljóts og í nyrsta að austanverðu og svo hérna nyrsta svæðið að austan. En ég ætla svo mikið að vera með fleiri glærur. Já, það getur vel verið að menn sjáu eitthvað sem að stingur í stúf, en við erum ekki vísindamenn, þetta er niðurstaðan, það getur vel verið að einhver smáatriði séu og við vitum ekki nákvæmlega hvað veldur
einhverju einu eða tveimu tilvikum sem eru á skjönum við annað, hvort það einhver hæðapunktur eða ekki hæðapunktur, það verður bara komið í ljós. Það snýst allt skynsemi. En eins og ég segi, þá eru núna þessi nýjustu yfirförnu plön vísindamanna og Veðurstofunnar og sviðsmyndirnar stærðir flóða og flóðatíma, það er raunverulega bara nánasta sama og var, sem virkilega gott. En það hefur orðið breyting á því að það er raunverulega töluvert af húsum sem krefjast ekki rýmingar. Og niðurstaðan er raunverulega sú, sko. Hún er léttari fyrir ykkur, hún er léttari fyrir alla aðila máls. Það gefur auga leið. Það eru töluvert margir bæir sem eru mældir utan eða ofan flóðalínu. Það er færra fólki gert að rýma bæi sína og híbýli. Það geta fleiri verið heima. Það er í sjálfu sér mjög gott, en þetta er ákveðið frelsi sem skapast, en það er eins og með frelsið að það fylgja því líka ákveðnar áskoranir og eitt og annað sem þarf að hafa í huga og bregðast við. Og ég segi nú bara, áskoranirnir eru til dæmis þær að við svona flóð, það sem verið að tala kannski 5.000 rúmmetra flóð hér á Skjálfandafljótssvæðinu, er ekki rétt um mér? Svona ítrustu mælingar. Já, en þetta er raunverulega skrifað við annað. Þá er alveg ljós líka að fólk sem áður raunverulega var á þessum stöðum þar sem var krafist rýmingar og fær að vera heima í dag, sannarlega, það verður samt rof á brúm og vegum og fólk mun raunverulega það sem getur verið heima á bæ, að áskorunin er svo að hverja viljum við hafa heima á bæ. Við þurfum að huga að veiku fólki, veikburða fólki, viðkvæmum, við þurfum að huga að börnum og því að þó að útihúsin og bæirnir verði ekki fyrir skaða, þeir sem að standa nógu hátt, að það er ekkert víst að það sé hægt að sinna fólki á þessum svæðum, allavega í einhverja klukkustundir og jafnvel einhverja daga á meðan rof á vegum stendur yfir. Þannig að áskoranirnar verða svolítið öðruvísi og þarna reynir náttúrulega bara skynsemi og vitið til þess að bara átta sig á því. Og til þess erum við einmitt komin hér, það er bara að viðra þessar hugmyndir og allir eru tilbúinir að bregðast við. Og ég segi líka, það getur vel verið að sé hægt að komast á bæi sem að heimafólk veit um. Það getur vel verið að séu bakleiðir, það séu leiðir efst á túnum, einhvers staðar við fjallsarætur og annað sem hægt er að stytta sér leiðir, þó svo að vegur niður á flatlendi sé komin á kaf. Þetta er hluti sem að við kannski vitum ekkert um. Þið vitið allt um þessar útgönguleiðir. Og þetta er akkurat bara vettvangur til þess bara að brýna fólk bara að hugsa svolítið út fyrir bóksinn. Þetta er svona einn af punktunum. Frekari áskoranir, það er það að það er gríðarleg aukning ferðamanna. Bæði Þingeyjarsveit og líka hérna austur í Kelduhverfi og Öxarfirði. Og það má tala um, sko, náttúrulega nágrenni Goðafoss er gríðarlegt. Það eru náttúrulega einhverja þúsundir suma daga á ákveðnum árstímum. Þessu þarf að huga að. Áskoranir eru suður allan Bárðardal og norður alla útkinn. Það er fólk í gistingu mjög víða. Það eru veiðimenn og það er fólk í ýmsum óskipulögðum ferðum og það eru nýju vinnustaðir og miklu meiri umferð á þjóðvegum, náttúrulega yfir sumartíman, en bara yfir allt árið er miklu meiri umferð á þjóðvegu heldur en var. Þannig að þetta er allt saman áskoranir sem að hafa þarf í huga. En varðandi það að þó svo að færri íbúi sé raunverulega svona gert að rýma eða færa sig þegar svona ógn steðjar að þá
munu almannavarnir eftir sem áður vinna eftir gamla rýmingakerfinu. Við munum bara halda bara okkar kerfi bara áfram. Björgunarsveitirnar hafa alla sína pósta. Það fyrirfram skrifað inn í áætlunina hvaða björgunarsveitur fer í hvaða rýmingarhólf. Heimsækir alla bændur, heldur bókhald yfir það hvaða bæi eru rýmdir og þá jafnvel bókhaldu það hverjir verða eftir á öðrum bæjum. Þannig að við ætlum bara að halda okkur bara við það, því að hitt yrði bara ennþá meira flækjustig. Og við erum búin að rúlla þessu í gegn og æfa okkur í þessu, þannig að það er ekkert að gera með það að fara að breyta því bara breytingana vegna. Og eins og ég segi hérna, við breytum ekki í áætlunum okkar en við erum auðvitað meðvituð að veita meiri leiðbeiningu í rýmingarferlinu gagnvart þeir sem ætla sér að dvelja. Það sem er kannski nýtt í þessu líka að rýming ferðamannastaða, hún getur þvælst fyrir okkur. Það er svo sem ekkert mikið það að fólk sé einhvers staðar langt í burtu frá Goðafossi. Þetta er svona frekar afmarkað svæði sem að myndi þurfa að rýma og tekur svo sem ekkert langan tíma. En sumt af þessu er þannig að við getum til dæmis bætt við nýjum tækjabúnaði, við getum bætt við drónum og öðru slíku ef að þarf að leita einhver ákveðin svæði, til dæmis niður með Skjálfandafljóti eða veiðimannasvæði og kannski kíkað eftir búpeningi öðru. Þetta kemur alls fram á myndavélum. En drónar og annað slíkt raunverulega það flýtir fyrir, en það kemur ekki í staðinn fyrir raunverulega okkar ákvarðanir og okkar plön með að nota björgunarsveitirnar í þessari vinnu. Og svo þurfum við náttúrulega líka að taka sérstakt tillit til árstíma og veðurfars. Það er stór póstur líka. Síðan er svona þessi vangavelta sem að ég þykist vita að bændur sérstaklega velta mikið fyrir sér og það er ástíminn. Það er með skepnurnar. Eru þær í húsum eða eru þær á fjalli? Eru færri sem þurfa að rýma til dæmis útihús? Já, það er mjög líklegt miðað við þessa nýju hæðatölur að þetta ætti að vera svona þægilegra og þetta sé kannski ekki endilega gott. Ef við skiptum svona árinu upp í svona skárri tíma og verri tíma, þá svo svona veltum að vöngum yfir því hvað er skárri tími. Er sumarið skárri tími? Af því að þá eru skepnur til dæmis ekki á húsi. Þær eru kannski hér upp til heiða. En þá má heldur ekki gleyma því að svona atburður, hann er ekki bara endilega bara eitt stórt vatnsflóð. Svona hamfærir í jökli kalla alveg klárlega á sprengigos og klárlega stórkostlegt öskufall. Og þá ráða til dæmis vindáttir gríðarlegu hvert sú aska fer. Þannig að það sem að maður hefði getað ímyndað sér að hafa ekki lokað í húsum heldur frjálst á heiðunum, það getur verið heljar akkillesar hæll líka, eins og hérna suður allar heiðar, efst í Bárðardal og í Mývatnssveit og því svæði. Þannig að þetta er ekki allt saman lausnir og þetta er ekki allt saman góðir kostir, þetta eru bara aðrir kostir og aðrar áskoranir og önnur vandamál. Þannig að þetta er svona einmitt það sem við bara svona viljum svona hendi í loftið. En það er líka hægt að svona kannski notfæri sér það að ef að á versta tíma ársins, það sem að til dæmis menn eru bundin að því að búpeningur er á húsi eða einhverstað niður á flatlendi eða eitthvað slíku og þá þarf að færa þetta til. Þá erum við kannski núna með kannski bara helmingi færri rýmingarstaði heldur en var. Bændur og bændarsamtök geta kannski skipulagt sig með það, væri hægt að færa búpening með einhverjum fyrirvara eitthvað á milli bæja, þeir sem að standa lægst, er þetta að færa þá eitthvað til, eru önnur svæði, eru hugsanlega hús, en sennilega eru öll hús full, hvað sem er. En þarna eru einhverjar lausnir og þetta eru lausnir sem nefnilega bændur bara finna út sjálfir. Einhverjir almannavalla dúta hérna í þéttbýlinu, við getum lítið leiðbeint þetta. Þarna reynir á heimavitið, það sem býr í hverjum og einum bónda til dæmis. Þetta vita þeir alltaf upp á 10.
Og ég segi nú bara einmitt að bændur taka þetta samtal og þeir hugsa lausnamiðað og við höfum heyrt það hérna í ykkar ranni að bændur eru að velta þessu hlutum fyrir sér og ég segi nú bara að þessar nýju upplýsingar hvaða bæir eru verða rýmdir og hverjir ekki, að þetta ætti að auðvelda þetta skipulag og bændur eru lausnamiðaðir og niðurstaðan raunverulega svo að koma eins og með hennar fund hér að varpa þessu fram, taka gott samtal og undirbúa sig kannski fyrir það sem aldrei skeður. Það væri náttúrulega það albesta. En það er líka rosalega vont að eitthvað skeður og það var aldrei neitt rætt. Það er líka slæmt. Og af því að María Svanþrúður nú hér í salnum að hérna þá hún búin að vera mikill haukur í okkar horni mörg ár og þekkir ykkur öll sömul. Og við í almannavörnum höfum leitað mikið til hennar. Þannig að þetta nú svona mínir 5-6 punktar sem að ég ætla að henda inn í þennan fund sem eru kannski aðalega svona bara vangaveltur. Þannig að takk fyrir mig. Og þið megið spyrja ef eitthvað er. Viltu ekki bara... Já, herðu. Lánaðu mér eitt spjald. Eitt hérna til viðbótar að þessum spjöldum var dreift á sínum tíma haustið 2014. Þá voru þau búin til. Fóru á, held ég, bara alla bæi í Báladal og Kinn og Kelduhverfi og Öxarfirði. Nei. Ekki í Báladal. Það er bara svoleiðis. Nei. Þetta er bara að fara hérna á kassan. Nei. En akkurat, en við erum með svona spjöld sem að við hefðum gjarnan, ég ætlaði nú vísu að kynna þannig, ef þau væru til á bæjanum, þá væri náttúrulega bara upplagt að reyna að finna þau og hafa þau svona einhvers staðar á góðum stað, en ef ekki, sem að mér kannski heyrist, að þá, við ætlum ekki raunverulega að láta þetta fara á alla bæi, heldur þeir sem eru rauðmerktir í áætluninni, að þau geta nálgast svona blað hjá okkur. Hérna bara þessuna bara eftir. Er það þannig að maður ef það er rautt þá tarmar að fara? Já. Og getur maður að fara til eitt af þeim sem eru ekki rauði, tarmar að fara í burtu alveg? Já, það er ábyggilega hægt að koma sér til nágranna, Já. En bara það verður ekki dvali í þessu húsi. Ræða. Mennur að endurtaka spurninguna þannig að þeir sem eru á netinu viti hvað er með ræða. Já, spurt var með þá sem eru á rauðmerktu svæði, rauðmerktu húsi, hvert þeir getur farið eða hvort þeir getur farið á aðra bæi sem eru þá svartlitaðir. Það er okkur alveg að meina lausu. Það snýst bara það að það verður ekki dvalið í rauðmerktu húsi meðan þessi atburður stendur yfir. Og það er náttúrulega eðli sínu reynt að hafa það eins stutt. Það er reynt að rýma eins seint og hægt er og það er allt gert til þess að aflétta því eins fljótt og hægt er. Þannig það er engu til gagns að vera með einhverja óþarfa rýmingu og þetta er allt saman, svona niðurstaða og svona ákvörðun, hún er ekki bara tekin með því bara að það er eitthvað að ske í öllunum og allir hlaupa af stað. Þetta er metið klukkustund fyrir klukkustund hvenar sagt er góð. En eins og ég segi að þeir sem hafa svona rauðmálað húsið sitt, að þeir geta nálgast svona blað til þess að eiga sem eru svona bara helstu upplýsingar hvernig menn bregðast við. Hreindís, segðu mér í þessum plönum, reikniði með að þetta verði svona skyndiflóð frekar snart eða er það að tala konstant rennsli mjög lengi? Já, spurt hvort að þegar svona flóð á sér stað, hvort þetta sé svona einhverjir púlsar, einhver stór gusa í upphafi sem klárast eða hvort þetta vari lengi eða kemur í gusum. Þetta er sambland af þessu öllu. Það má reikna með stórri gusu, það má líka reikna með að dragi úr, en það verði svona ítrökkuð og endurteknir atburðir í einhver tíma, jafnvel einhverja daga.
hérna eins og þar. Má ég? Komið sæl, ég heiti Halldóra og ég er formaður Rauða krossins í Þingeyjarsýslu. Rauði krossinn er hluti Ef þú ert með langt mál, má ég þá ekki biðja um að koma upp bara? Já, má ég það? Já, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Ég heiti Halldóra, ég er formaður Rauða krossins í Þingeyjarsýslu. Rauði krossinn er hluti af almannakerfinu og þess vegna stend ég nú hér og er hér. Og best ég nefni að ég á heima á Kópaskeri, þess vegna vitið ekki hver ég er. En minn skilningur er sá, eða okkur hjá Rauða krossinum, að þegar rýmingar er að ræða, þá sé Rauði krossin beðinn að opna fjöldahjálparstöð þar sem allir að hinu rýmdarsvæði eiga að koma við og við eigum að skrá alla og síðan þá upplýsingar hvert fara. Ég veit ekki betur en þetta hús sé skilgreint sem fjöldahjálparstöð en væntanlega þurfa þeir að vera beggja vegna fljótsins. En þetta er samkvæmt samningum og skipulagi við lögreglustjóra. Í fjöldahjálparstöðinni, eins og ég sagði, eru allir skráðir og það er reynt að hlúa að fólki og leysa úr þeirra vandræðum og heyra þeirra sögur og gera það sem við getum til þess að liðsinna fólki í öllu sem upp hefur komið. Ef hér er einhver sem vil fræðast meira um fjöldahjálparstöðina og vinna með okkur þá er alveg velkomið að hafa samband, alveg endilega. En ég ætlaði líka að nefna að benda ykkur á átakið sem Rauði krossinn er með að vera klár í 3 daga. Hafið heyrt um þetta? Og það er kannski óvillust að hugsa um það ef að samgöngur rofna eða ef að rafmagni fer að vera klár í 3 daga. En það var nú bara þetta sem ég vildi koma á framfæri. Rauði krossinn í Þingeyjarsýslu bregst að sjálfsögðu við ef svona viðburður verður, opna fjöldahjálparstöðvar eftir því sem hann er beðinn og eins og ég segi, ég stend í þeirri meiningu að þangað eigi allir að fara þegar þeir fara að heiman þó þeir fari síðan aftur til nágranna síns eins og var nefnt hérna áðan. Og þið leiðrið mig ef þetta er ekki rétt. Takk. Takk fyrir þetta. Þetta er rétt hjá þér. Eins og þú segir, með hvort það væri fjöldahjálparstöð beggja vegna Skjálfandafljóts, þá er hún bara hér. En á austursvæðinu er ein í Skúlagarði og önnur austur á Kópaskeri. Já, í Lund, já. Og þannig er staðan. Er það ekki ljósvetning á búið lengt? Nei, hefur aldrei verið í þessari áætlun. En það er hins vegar engin vandi að búa til þess stað. Við áttum að rýma í ljósvetningi. Það er enda Stóruturnarskóli er skiptum. Já, var það svoleiðis. Stóð áðan hana ljósvetningabúð og svo Stóruturnarskóli. Sitt hvað svæðin sko. 1 og 2 og svo 3, 4, 5 fyrir Stóruturnarskóla. Og svo verður bara læst. Já, heyrðu, ok, þá dreg ég bara þessa vits mín tilbaka. En einhverja fleiri spurningar? Hreiðar, viltu aðeins kannski nefna það varðandi viðbragðsáætlunina sem er á lokametrónum, hvar fólk getur séð hana og hvenær cirka? Hún verður opin almenningi, þar eru allar þessar upplýsingar? Já, viðbragðsáætlunin er á síðu almannavarna.is. Það er bara undir liðnum útgefið efni. Þar eru alla viðbragðsáætlanir, það er að finna alla viðbragðsáætlanir fyrir bara Ísland og það er að síja sig hérna niður á Norðurland eystra og þarna inni eru raunverulega gamla viðbragðsáætlunin eins og hún er og hún er svona megnunum til rétt en þessi nýjasta uppfærsla mun bara koma þar inn og leysa hérna út bara á næstunni en hún verður þá líka með dagsetningu núna í árið 2025 á meðan þessi hérna er með eldri dagsetningu. Við getum kynnt það líka á Facebooku. Já. Og já, sannarlega. Og lögreglan er með síðu á Facebook og er ekki margir á Facebook. Við erum ekki það ung, sko, krakkan er ekkert á Facebook, sko. En
En og þar eru settar inn oft á tíðum fréttir af málefnum almannavarna og hvað að gerast í lögreglumálum á okkar svæði. Þannig að sannarlega kemur þetta þar inn. En þið megið spyrja hverju sem er, algjörlega. Já. Kemur ekki boð í síma allra sem er á svæðinu ef á að rýma? Já, spurt hvernig boðinni fer fram. Jú, það eitt af því sem er notað. Við munum að sjálfsögðu notast við fjölmiðla og útvarp og annað slíkt. Síðan mun Neyðarlínan senda boð á þá farsíma sem eru tengdir ákveðnum endurvörpum á þessu svæði. Það eru ákveðnir endurvarpar og það bara senda á þessa endurvarpa og þeir senda á þau símanúmer sem þeir ná innan ákveðis í ákveðnum geira. Þannig þetta almennt praktiserað. En það segir svo sem heldur ekki alveg það að það sé 100% útkall. Því það geta ýmsir lapsusar verið á því hvaða símar ná þessum upplýsingum og hverjir ekki. Það er ekki hægt að segja að það sé bara 100% árangur. Fleiri spurningar. Hlýtur eitthvað að brenna á ykkur. Við höfum nógan tíma. Af því þetta stendur nú þarna uppi með Hraunkoll. Já. Þá þessi hús náttúrulega öll í sömu hæð, Hraunkoll 1 og 2 fjós. Já. Og þau eru milli 7 og 8 metra yfir öðru landi, sem sagt við Skjálfandafljót. Já. Og það eru rúmið 3 kilometrar vestur í fjöll. Já. Og það átti þá ekki að vera vel yfir 20.000 rúmmetra flót til þess að fara upp á hraun. Ég myndi halda það. Nú fáið tæknimann í málið. Spurt var. Spurt var. Ættu eitthvað spurningur að ekki? Sko, leiðbeinir mér hérna inn á Hraunkoll. Já, ég ætla aðeins að ítreka spurningu Hraunkollsbóndans. Að hann spyr sitt svæði að þar séu nokkur hús á sömu torfu sem að lendar á rýmingarreitt en önnur ekki og hann að velta fyrir sér af hverju sum hús sé þar en ekki önnur og nefnir vegalengd vestur í fjöll og hæði yfir vatnsborði. Yfir Skjálfandafljót til landinu. Yfir Skjálfandafljót til landinu, já. Þegar að komu 1000 rúmmetrar á sekundu, þá sem að rétt flaut yfir frá hrauni og vestur í fjöll. Þarna, Já. Og ef það þarf að hækka 7 metri viðbót, þá verður það yfir 20.000 rúmmetrar, ekki satt. Ég veit að hafa það. Það kann vel að vera. Og jafnvel meira vegna þess að strömmbygging líka. Já, og svo spurning hvort að land hefur áhrif, klakabörður, viðspyrna í landi og eitthvað svona. Þetta veit sérfræðingurinn. Sko, þetta sjáum hér við náum að fylla dalinn. Þetta stærsta sviðsmyndin sem að sko, en hún þetta, hún 19.300 fyrir jökul. Hún dempast eitthvað aðeins á leiðinni niður eftir, en þetta sko, þetta 10 sinnum stærra en stærsta leysingaflóð. Þetta svona eitthvað sem að maður hefur aldrei séð áður. Þannig að það svona sko, þegar maður les lýsingar bænda á Kötluhlaupunum sem eru kannski aðeins svakalegri heldur en þetta, þá líður manni eins og fólk hljóta að hafa verið að ýkja og svo sko, fólk sem ræddi við þetta fólk segir að þetta bara stærra en allt sem það hefur séð, þú bara hefur ekki hugmyndaflug í að ýkja. Þannig að þetta svona, það kannski líka aðeins tilgangur með því að draga upp þessar verstu sviðsmyndir, að það að fólk fái tilfinningu fyrir hvað á þessum jarðfræðilegum skölum, hvað raun og veru geti gerst, sko. Þannig að það svo stórt og það svo mikið. Og það var ágætt að vera ekki fyrir. Já. Og aðeins, hvaða líkur á því að jökulburður geti, eða ísburður geti
myndað fyrirstöður og gert allt vitlaust. Já, spurt úr sal með klakaburð í svona flóði. Sko, það þekkt eins og þarna í Kötluhlaupunum, bara myndirnar sem ég sýndi þarna áðan að þessum ægilegu jökum, Höfðabrekkujökull sem engin jökull, heldur bara ísjaka hrúga sem gekk fram í hlaupi og var svo árum saman að bráðna þar. Þannig að þessi hlaup breyta landslæginu. Það sem við erum að sýna gerir ráð fyrir núverandi landslægi, þannig að þetta getur verið óvissuþáttur, en eftir því sem við komum lengra frá jökli, sko hér þetta búið að fara 20 kilometra yfir hálendið áður en við komum niður í dalina, þannig að við búumst til litlum áhrifum af þessu hérna norður frá. Og þetta svona, við teiknum upp þessar 3 sviðsmyndir sem koma út undan jöklinum á mismunandi stöðum og þær safnast allar saman og enda allar ofan í Bárðardal. Þannig að sko, þetta gæti haft talsverð áhrif upp á hálendinu en komin hingað niður eftir klakablokkinnar eru muldar, þannig að hérna, já. Ég held að þetta svona skilar sér allt niður í Bárðardalinn. Það eru litlar líkur á því að myndist svona fyrirstöður sem hækki vatnið hér niður frá. Sko, það samt, þú veist, bara eins og venjuleg ístíflega leysingaflóði, sko. Það ekki hægt að útiloka það. Það þarf alveg að, hérna, þannig já, ég er alveg að segja að geta eitthvað verra en þetta versta sem í sýningunni geti gerst, en líkurnar á því að við fáum versta eru sem betur fyrir litlar. Kannski beint aftur til jarðfræðingsins. Þú fórst svona létt yfir stöðuna í Bárðarbungu núna, að hún komin upp á 5 tonmetra eða 17. Þetta 10 til 20. Já. Geturðu gefið örlítla skýringu, hún hélt áfram að fara niður, ekki satt, eftir gosi. Sko lyftir hraðinn og svona vökturinn á, ég veit ekki staðið undir sem við erum spáðum á. En þú veist, við sjáum hérna í þessa nýju skjálfta ris hraðinn stöðum síðan 2014, einhverja breytingar sem við séð nýlega. Nei, hérna, jú, þetta kannski svona ef einhvað frekar að hraða á sér. Sko, að því sögðu þá fylgst með Heklu á þennan sama hátt og 2010, hérna fram til 2010, sem sagt, belgist hún meira og meira, svo 2010 komin í sömu stöðu og fyrir gosið 2000 og allir segja, heyrðu, já, nú kemur þetta og nú 2025 og við erum enn að bíða. Þannig að sko, þó ég myndi taka þennan hraða og segja að á 10 árum erum við komin 1/3 af vegalengdinni síðan 2014 og ætla þá að segja að eftir 20 ára enn fáum við gosi í Bárðarbungu, þá það allt og óvíst. Þannig að hérna, það erfitt að spá fyrir eldgos með mikið meiri fyrirvara heldur en örfáum klukkutímum. En við fylgjumst með þessu, þannig að það verið að svona, já, og hún klárlega að undirbúa sig undir gos aftur, en hvort að það verði bráðlega á jarðfræðilegum tímaskala sem eru áratugir eða hundruðir, hérna, á ég ekki alveg svarið. Já. Já, og þetta var svarið við spurningu Antons Mývetnings með stöðuna á stimplinum hérna í botni Bárðarbungu, hvort hann væri að ganga tilbaka eða hvað væri í gangi. Eitthvað? Verið bara frökk. Gjóskufall, hvað reiknar menn með því að það geti orðið mikið í sunnanátt? Já, við vorum nú með hérna í gamla myndir, einmitt það sem að myndáttin skipti gríðarlegu máli. En gjóskufall gat verið mjög mikið langt norður undir Mývatn. Það var bara ótrúlega mikið. Þannig að við getum kannski bara bætt aðeins við. Spurtur gjóskufall til dæmis sunnanátt sem myndi hafa áhrif hérna norður heiðar. Nei, ég á ekki mikið nákvæmari svör en það. En kannski bara gjóskufall vesen, bara eins og já, það
Þú veist, bara eins og sést bara við Eyjafjallajökli, þú veist, þetta hefur áhrif á allt, bara það að keyra eftir vegunum yfir í hérna bara tún og landbúnað og hérna, já. Það er kannski almennari spurning varðandi gjóskufalli. Nú alltaf, við höfum Grímsvötn, við höfum Bárðarbungu, eitthvað svona ráðleggingar eða eitthvað sem menn hefur hafið í hugum þegar kemur að undirbúningi til slíks. Það er spurt hugsanlega undirbúning bænda í hugsanlegu gjóskufalli. Hvort að hægt er að undirbúa sig eitthvað slíkt. Kannski erfitt fyrir mig að svara þessu þannig lagað, en menn stökkva ekki á stað og smala fé, ekki endilega. En María Svanþrú getur kannski aðeins leiðbeint bændum með það, hvort að eitthvað fyrirbyggjandi er í kortunum með. Er hægt að sinna þessum skepnum eitthvað eða láta það bara eiga sig? Þetta er eftir fyrir að Já. Ég var svona meira að hugsa, þú veist, eins og bara geymt þeir í björgunarstöðum eru bara rykgrímur í kössum sem dæmi. Olíusígur í bíla. Þú veist, eins og svona pappagrímur sem að, það er svona hitt og þetta sem að í þessum svona þryggjata planinu skiljiði. Já. Það er sem sagt tekið aðeins dýpra í það sko, varðandi kannski bara mannskap líka og öndunargrímur og annað slíkt fyrirbyggjandi. Það er eitthvað til að þessu búnaði en ekki í þeim mæli að hann sé bara til og lagið hér í sýslunni núna. Það þyrfti að hugsa fyrir þessu og hringja inn á þessa lagara og safna þessu saman. Þannig það er alveg klárt. Og einmitt bara þegar svona eins og í janúar þegar svona náttúran fer aðeins að gera vart við sig, þá er þetta eitt af því sem menn fara að svona allavega hugsa og svona þá fara menn að sjá aðeins hver þróunin virðist vera og þá er þetta eitt af því sem þar er á lista. Það verður aldrei gríma á hverja kind, sko. Það er einmitt upplýsingur úr sal að það er aldrei gríma á hverja kind. Þetta er mjög gott þart. Hérna, það koma 3 punktar upp í hugan eftir Eyjafjallajökul varðandi gjóskufall. Það er hérna, gjóskufalli fylgir oft eldingahætta sem bara er vert að hafa í huga, veist, bara taka raftækjusambandi og annað slíkt. Loftsýgur í bíla, við vorum aðeins að bara gangtruflanir og bara veist, það að vera með hreina síðull geta komið í og keyrt undan. Þétt öryggisgleraugu, hérna, sko, það er eitt að fá þetta ekki í lungun, það er líka ágætt að fá þetta ekki í augun. Og ef maður lendir í svona raunverulegum vandræðum í gjóskufalli þá keyrir maður þvert á vindátt til að reyna að komast út úr því. Það er svona, já, bara kemur upp í huga. Hvað erum við að tala sko ef það er góðsund fyrir jökli sko? Hvað getur maður reikna með í stöður í vindátt að það sé langur tími þangað til að sem að þetta er að fá fyrir? Já, ef einhvern tíma hættir einhvern tíma bráðnar jökullin og hættir að mynda þjóðstæða. Já, spurtir úr sal, ef að svona stór atburður fer af stað, hvað varir hann lengi? Hvað varir þessi atburður lengi? Já, klukkustundir, dagar, vikur? Þetta veitum við hverju. Hérna, já, ég skal taka þetta. Hérna, sem sagt, sko, gosið byrjar undir jökli, bræðir sig upp úr jöklinum og þá erum við laus við megin bráðnunina og snar minnkar sem sagt hérna jökulhlaupahættan. En það er samt einhverjir dagar sem við getum verið að fá jökulhlaupagusurnar eða stöðuga bráðnun. En það sem tekur svo við eins og við sáum í Eyjafjallajökli, það er hálf vatnsfylltur gígur. Þannig að sko þó þú ert komin upp úr ísnum þá er ennþá hálfgerð sundlaug þarna sem að gosið er að djöflast í. Þannig að þú ert með öskufall sem sagt hérna vikum saman. Sko þó þú ert komin upp úr jöklinum sko svo lengi sem að sko gjálpinn að lokum verður eyja upp úr vatninu sem sagt liggur þarna í kring sko og þá minnkar gjóskufallið en meðan þú ert með allt vatnið þó þú ert komin upp úr ísnum þá ert enn að framleiða gjósku. Þannig að þetta getur verið langur tími. Tími á því frá því að hlaup brýst fram úr jökli og skila til sjávar. Hvað er það svona áætlað í meðal aðstæður? Sko, hér er ég með verstu aðstæður
16 tímar hingað niður eftir, 17, já, þetta er klukkutímar frá því að hlaupið hefst við jökuljaðar. Þannig að, og getum þá farið einhvert, efst í Bárðardalinn og hérna erum við 10 tímanum, 9 tímar, komin hérna í 8, þannig að, já, en vonandi einhver viðbót af bara óróa upplýsingum talsvert við þessa klukkutíma. Eitthvað meira? Já, ég meina vangaveltu. Ein vangavelta? Já, hún er kannski ekki beint eldgos, en hún er svona öryggismál. Til dæmis, ég greip eitt svona skilti, það er að það hafi kveikt á farsímum og fylgist með skilabúðum, en þú veist, ég vil bara klukka þetta við ykkur að núna er þetta verið að gera farsímasamband lélegra og vera slökkva á 2G og 3G sendum. Þú veist, hvernig treystið þið á það að öryggi íbúa verði tryggt? Já, það er einmitt spurt hérna á salnum með svona öryggismál og hvernig upplýsingum er komið til íbúana og kannski með það að það er verið að draga úr öryggi farsímakerfisins og annað. Ég get ekki svarað þessu alveg nákvæmlega hvernig maður fær náttúrulega sjálfsögðu bara aðeins svona hroll við tilvísunna ef verður alltaf veikara og veikara samband og ef að kemur þá ekkert heldur annað betra í staðinn ef þetta er hreinlega bara rýrnun á þjónustu. En bara gott hjá þér að koma svo að. Takk. Það verður slökkva á 2G og 3G sendur bara land. Við komum í Bárðardal. Af því að við verðum að koma 4G sko. Það er bara ekki svo margir sendar. Það dregur ekki að langt. Þessi fólk koma einu að í sambandi með. Ég fá að koma einu að í sambandi við þessa góða ábendingu frá Jónu Björgu að við sveitarstjóri áttum fund með fjarskiptastofu fyrir nokkrum dögum einmitt út af þessu að við erum fann að heyra kvartanir hér á svæðinu vegna þess að Vodafone þeir eru byrjaðir að loka 2G og 3G og það hefur áhrif á einhverja notendur. Og ég vil bara hvetja ykkur til þess að fara inn á heimasíðu Þingeyjarsveitar. Þar eru upplýsingar hvernig þið getið komið því að framfæri við fjarskiptastofu að ef að sambandið versnar hjá ykkur að senda þar í gegnum link sem er á heimasíðunni og þeim ber skylda, þeir ber ábyrgðina á því að fylgja því eftir að fjarskiptafyrirtækin komi upp öðru og betra kerfi ef þeir taka niður þessi gömlu. En ef að þeir fá ekki tilkynningar að sambandi sé að versna einhver staðar út af þessu, þá náttúrulega gerist ekkert. Þannig að ég ætla bara að hvetja ykkur, ef þið verðið vör við að það er verið að taka niður senda í ykkar nágrenni sem hafa áhrif á ykkar samband, látið þið fjarskiptastofu vita. Já, takk fyrir þetta. Eftir við bara þessi mynd þarna núna, hvað þarf hlaupið að verða miklu stærra til þess að þetta fari yfir í Kráká? Já, spurt er hugsanlega stærra hlaups sem gæti hlaupið yfir í Kráká. Yfir Kráká og þaðan yfir í Mývatn. Sko, ég á ekki alveg svarið við því, sko. En það er mjög stórt. Sko, já, og það er mjög ólíklegt við fáum stærra en þetta sem er að sýna ykkur hér. Þetta er svona Þetta er mjög slæm sviðsmynd, þannig að já, kannski eigum við bara ekki nægan ís í hlíðunum til að búa til allt vatnið sem við þekktum til þess. Það er Já. Engar hendur á lofti. Eigum við þó bara að biðja sveitarstjórnarfólk að... Já, það kemur einn hendi. Komdu þá hingað svo að þeir sem eru í sjónvarpinu sjáu líka. Er það svo
Mér datt í hug að segja ykkur frá rýmingu sem ég tók einu sinni þátt í, ég held að verið 2008, þegar að fólk áttaði sig á því að Eyjafjallajökull gæti kannski komið í Markarfljótið og þá var í alvöru rýmt og það var opnið fjallhjálparstöð á Hvolsvelli og allir skráðir og allt, og farið í gegnum allt. Og svo kom björgunarsveitin til okkar og sagði, við erum búin að rýma Landeyjahafnar nema það er einn maður eftir. Nú, hvað er hann? Já, hann neitar að fara frá graðhestinum. Spurning? Ég missti af byrjunni, fyrst afsökunar, en var annars þar. Þannig að ég veit ekki hvort þið nú er að koma fram eða ekki, en ég var að velta því fyrir mér með þessa fjöldahjálparstöð sem mér ber að koma ef þetta gerist. Ég bý í 160 metra hæð og í sjávarmáli og þessi hjálparstöð er í hverju? 10? 12? Þessi hérna? Já. Einhverstaðar, er það ekki rétt hjá mér? Er hún ekki einhverstaðar í hæðin á þessari hjálparstöð? Já, ég er ekki klár á því, en hún er svo sem ekki á svo sem skilgreindu hættusvæði, þetta hús. En það er ekki á skilgreindu, þegar ekki, þú veist, það hlaupið að vaxa það mikið til þess að þegar þetta kemur á fullum krafti niður, bara, Bárðardalinn og þar, að það er ekki fyrir punkti. Já, af því að þeir sem eru annar staðar hérna, það spurtur um sko hvort að Ídalur Hafnlækjarskóli séu á hættusvæði sem fjöldahjálparstöð, að þá er það ekki. Raunverulega áhrifasvæðið þessa atburðar eru bara bakkar og næsta nágrenni Skjálfandafljóts. En náttúrulega töluverð útbreiðsla svona til beggja átta. Þannig er það. Þessi hæð, að ég á að fara úr mikilli hæð til þess að koma í öryggi niður í 10 metra. Þú ert nú ekki í 10 metra. Ég veit ekki hvað þetta er, ég segi svona, ég veit þetta er miklu lægra. En komdu bara því þú ert örugg hér. Kaffi og kleinur. Já. Viltu kannski taka boltan bara og skýta þessu? Ef það er ekki fleiri spurningar. Eru þið viss það? Engar fleiri spurningar sem að brenna á ykkur til Hreiðars eða Bergs? Það má þá senda póst. Já, þeir segja hérna að það er velkomið að senda póst eins og á Berg. Ef að þið hafið einhverja fyrirspurnir. Svo heyrist mér líka bara að viðbragðsáætlunin, eins og allar aðra viðbragðsáætlunir, eins og kom fram hjá Hreiðari, eru á almannavarnir.is og það styttist í að þessi ný uppfærða áætlun fyrir þetta svæði komi þar inn. Þannig að ég mæli með því að við fylgjumst með því og kynnum okkur viðbragðsáætlunina. Svo náttúrulega bara þurfum við að tala saman og þeir sem eru á þessum svæðum bæjum þar sem það þarf að rýma og þetta er náttúrulega verður vonandi kemur aldrei til þess að við þurfum að nýta þetta en jafnframt svona mjög mikilvægt að vera meðvituð hvað getur mögulega gerst. En ein spurning frá Antoni. Spurningin, bara til að taka það fram aftur. Þessi gögn þessar sviðsmyndir, bæði fyrir Skjálfandafljót og fyrir Jökulsárfjöll, eru þau aðgengileg núna og þá hvað? Já, ég var einmitt að spyrja hann Berg og hann ætlar að senda okkur hjá Þingeyjarsveit glærurnar sem hann var með. Spurt er, afsakið. Takk fyrir ábendinguna. Anton spyr hvort að þessi gögn sem hafa verið sýnd hér í dag og fjallað hefur verið hvort að þau verði aðgengileg fyrir íbúa. Og Bergur ætlar að senda okkur hjá Þingeyjarsveit þessar glærur sem hann er með og þannig þær verða aðgengilegar í frétt á heimasíðinu trúlega á sama stað og tilkynningin þennan fund. Og ef við erum með eitthvað fleira efni þá munum við þykja það. Það er kannski bara að grípa þetta aftur. Heimasíða Veðurstofunnar og þar inn á
útgáfa, getum farið í það. Sko þar aftast eru öll þessi kort og þá er hægt að zooma inn og skoða svona í hærri upplausn og þetta er bara veður.is Veðurstofuna útgáfa 24 og þar er þetta sektorskýrslan fyrir Já. Takk fyrir það og ég ætla að leiðrétta aðeins það sem ég sagði fyrir á fundinum varðandi þekjurnar sem að þú sýndir líka. Ég sagði að þær yrðu líka á heimasíðu Þingeyjarsveitar en það var ekki rétt. Þær munu koma inn á nýtt, á vefsjá í aðalskipulagsins. Þannig það er ekki, við erum ekki að tala alveg næstu daga með það. En ef það er ekki fleira og engin fleiri sem vilja taka til máls, þá bara þakka ykkur kærlega fyrir komuna og þakka ykkur, góðu gestir, fyrir að koma til okkar og upplýsa okkur það sem að þið vitið mögulega, væntanlega viðburði, vonandi ekki, í Bárðarbungu og segi fundinum slitið. Takk.